Daginn, gott fólk, Heiðar, Parkislífun Íslands. Jæja, ég með skemmtilegt verkefni sem ég verð að sýna ykkur. Hérna ég með nefnilega gegnilt, þetta eru svona kubbar. Þetta bara eins og var í Kringlunni held ég á sínu tíma. Eða Borgarkringlunni gömlu. Já, þetta eru litlir kubbar sem ég er að slípa upp. Ég þarf að fylla í þetta líka og það sem ég ætla að gera. Ég ætla að setja svolítið spes lakk, ég ætla að halda þessum lit. Þetta er rosalega flott eins og þetta er núna. Ég ætla að halda þessum lit, ég ætla ekki að vera að hvíta eða eitthvað þess að þar. Ég ætla að sýna ykkur hérna parkettið. Það sem ég er búin að vera að slípa. Svona lítur þetta út. Þetta er rosalega flott efni, þetta er ykkur 20 mm þykkt sko. Og svona pínu litlir kubbar, pínu litlir. Ég er búinn að slípa þetta rými hér og ég ætla að sýna ykkur aðeins munin svo ég eftir að fylla í þetta og ég ætla að halda þessum lit. Ég ætla að hafa þetta svona, þetta er rosalega flottur litur. En ég ætla að sýna ykkur, svona var þetta. Svona var þetta sko. Og er þetta núna því að ég er ekki búinn að slípa þetta upp. Hérna hefur verið svona gamalt olíulakk. Þetta er orðið náttúrulega alveg 20-30 ára gamalt sko. Svolítið svona appelsínugullt svo sjáið. En þegar búið að slípa þetta upp eins og hérna, sjáið hvað þetta er svakalegur munur. Þetta er svakalegur munur. Hvað þetta lýsist upp, verður allt annað. Og eins og segja, ég ætla að setja þannig lakk að ég ætla að halda þessum lit. Halda þessari lýsingu. Og þá verður þetta miklu skemmtilegra. Ég ætla að sýna ykkur seinna hvernig þetta verður endalegt. Sjáu nú munin, hérna efri palli og neðri palli. En ég ætla að gera þetta flott, sýna ykkur eftir. Já, þá er ég búinn. Þá er ég búinn að þessu. Þá er ég búinn að slípa þetta upp, ég er búinn að lakka þetta og ég er að nota þetta sérstaka lakk til að halda þessu natural lúki eins og ég var að tala hérna áðan. Þess að þegar ég er búinn að slípa þetta upp, þá kemur ákveðið blæbrigði á parketti sem að ég held með þessu sérstaka lakki. En ég ætla að sýna ykkur gólfið, hvað þetta er orðið miklu flottara. Svona lítur þetta út. Nú erum við stödd hérna á neðri pallinum, sem ég sýndi ykkur það sem ég átti eftir að slípa og laga. Sjáu hvað þetta er orðið miklu fallegt. Ég ætla að rýna þessu ofan í parkettið. Þið sjáu hérna þessi litlu kubba. En það sem ég er búinn að gera líka er að setja fyllingarefni hérna í þetta. Loka þessu öllu saman sko. Þannig að það er engar raufar lengur. Sjáu hvað þetta er orðið miklu fallegra. Það er svona aðeins gráir tónar líka í þessu. Það kemur með lýsingunni. En það er allt annað að sjá þetta. Ég ætla að sýna ykkur þarna efri pallinn. Munið. Það er náttúrulega líka lakkað. Og yfirbragðið er sem sagt íbúðin hefur lýst öll upp, hún er miklu bjartari, húsið er miklu bjartara heldur en þetta var einhvern tíma. Þannig að þið sjáu hvað hægt er að gera með parkettslípun og eins og segi, ég er að nota þetta sérstaka lakk, ég er að lýsa þetta upp, ég er ekki að hvíta en þetta kemur rosalega flott út og þetta er að verða bara vinsælasta lakki hjá mér. Allt annað að sjá þetta. Og skemmtilegu karakter. Það er ýmislegt hægt með parkettslípun, það er hægt að gera kraftaverk eins og sjáið sko.